Hæ, ég heiti Silja og ég er lögreglumaður. Mér langar að ræða við ykkur í dag samfélagsmiðla og öryggi þar. Margt hefur breyst á síðustu áratugum þegar kemur að tækni og þau eru fyrsta kynslóðin sem elst upp með samfélagsmiðlum. Tækniframfarir bjóða oftast upp á nýja möguleika og lausnir, en því miður leið ný tækifæri til þess að misnota tæknina. Þess vegna þurfum við öll að kunna að umgangast nútíma tækni og geta brugðist við ef einhver brýtur reglurnar alvarlega eða fer yfir mörkin manns. Það mikilvægt fyrir alla að tileinka sér gagnrýna hugsun, spyrja sér reglulega hvort maður sé að taka þátt í einhverju sem ekki í lagi eða einhverju sem jafnvel ólöglegt. Samskiptamiðlar stór hluti af lífi flestra og margir eiga mikil samskipti þar. Samfélagsmiðlar orðnir hluti af hversdagsleikanum og fólk pælir ekkert endilega í því hversu miklum persónulegum upplýsingum það deilir á hverjum einasta degi. Staðreyndin þó sú að samfélagsmiðlar ekki alltaf jafn öruggir og margir halda. Það mikilvægt að vera meðvituð hvað það sem við erum að horfa á, senda og deila með öðrum. En þá komum við að mjög mikilvægum punkti, samþykki. Samþykki þýðir að þú annaðhvort gefi leyfi eða fái leyfi. Það þarf alltaf að fá samþykki fyrir öllu kynferðislegu, líka á netinu. Fullt samþykki þýðir að fólk segir já. Ef þú gefur samþykki fyrir því að fá senda kynferðislega mynd, gefur það þér ekki leyfi til þess að senda hana áfram á aðra. Alveg eins og ef þú fær samþykki fyrir því að stunda kynlíf með annarri manneskju, þá manneskjan ekki að gefa vinum þínum leyfi til þess að stunda kynlíf með sér. Það ekki í lagi að senda öðrum nektarmynd án þess að spyrja fyrst. Þú þarft alltaf að fá samþykki. Vissir þú að þú sendir kynferðislega mynd án þess að hafa samþykki fyrir því, getur þú verið að brjóta lögin. Það ekki heldur í lagi að þrýsta á aðra manneskju að senda nektarmynd og ef einhver deilir nektarmynd með þér, þá þýðir það ekki að þú þurfir að senda nektarmynd tilbaka. Þú skuldar ekki neinum neitt, virtu mörkin þín og annarra. Það þurfa allir að taka ábyrgð á því sem þeir gera á netinu, líka þú. Ef einhver að gera eitthvað á netinu sem þú veist að rangt, þá gott að vita hvert hægt að leita. Bæði hægt að tilkynna einstaklinga á því forriti sem verið að nota eða leita til okkar í lögreglunni. Það samt mikilvægt að muna að við getum öll gert mistök og ef við misstígum okkur, þá best að viðurkenna mistökin, fá hjálp og gera betur næst. En yfir í annað, öryggi á símanum okkar. Það eru margvíslega stillingar í símanum sem veita aukið öryggi. Þú getur annaðhvort sett þær upp eða með foreldri. Öryggisstillingar í símanum tól sem við notum til þess að auka öryggi okkar, alveg eins og við notum bílbelti í bíl eða hjálm á hjóli. Það eru einstaklingar sem nota símana og samfélagsmiðla til þess að fremja alvarleg brot og við verðum að verja okkur fyrir því eins og við getum. Það mikilvægt að nota gagnrýna hugsun þegar þú hleður niður nýjum forritum í símaðinn. Skoðaðu ratings í App Store og ekki hlaða hverju sem í símaðinn. Það geta verið vírusar í þeim og þau geta komið með stillingum sem gefa aðgang að öllu í símanuðinum. En mér langar að spyrja ykkur nokkra spurninga. Til þess að svara spurningunum þurfið þið að skanna QR-kóðan hér til hliðar. Könnunin algjörlega nafnlaus og ekkert hægt að rekja nein svör, svo ekki hafa neinar áhyggjur. Ég mun gefa ykkur 4 mínútur í þetta verkefni. Ég ætla að fá mér kaffi og svo spjalla ég við ykkur eftir.
Jæja, nú eru 15 sekúndur eftir. Þið ekki alveg örugglega að vera búin? Ok, takk fyrir að taka þátt og svara spurningunum. Ég vona að þær hafa fengið ykkur til að hugsa þessi mál. En hvað getur lögreglan gert þegar einstaklingar beita aðra stafrænu ofbeldi eða áreiti? Hún getur brugðist við í þeim tilfellum sem varða við lög. En til þess að dæma einstaklinga til refsingar þá verða þær að vera orðnir sakhæfir. Þegar þið verið 15 ára eru þið búin að ná sakhæfisaldri. Að vera sakhæfur þýðir að það er hægt að dæma ykkur til refsingar og þið getið enda á sakaskrá. Þau sem eru undir 15 ára bera samt alltaf ábyrgð en þá eru málin unnin í samstarfi við barnavernd. Ok, ég ætla aðeins að tala þegar einstaklingar senda nektarmyndir. Ef einhver fullorðinn sendir ykkur nektarmynd eða einhverja kynferðislega myndir, þá er það ólöglegt og þið verðið að ræða við einhvern fullorðinn sem þið treystið eða láta lögregluna vita. Þið getið líka notað 112 appið. Ef einhver jafnaldri sendir þér mynd, það mátt ekki senda hann áfram. Ef einhver treystir þér fyrir nektarmynda sér, þá verður þú að standa undir því trausti, því annars ert að brjóta meira en traust þeirra. Þú ert að brjóta lög. Það er aldrei í lagi að deila nektarmyndum sem þú hefur fengið sendar. Jafnvel þó að þú hefur ekki beðið þær. Þú mátt ekki senda þær áfram, en þú getur leitað til einhvers fullorðins eða lögreglunar ef þú fær senda nektarmynd sem þú kærið ekki að fá sendar. Og það er farið yfir þín mörk. Þau sem verða fyrir því að nektarmyndi fari í dreifingu gegn þeirra vilja upplifa oft á tíðum mikla vanlíðan og það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Ef brotið er tilkynnt til lögreglu getur við reynt að koma í veg fyrir frekari dreifingu og í sumum tilvikum getur við látið loka síðum sem hýsa slíkt efni. Það er alltaf hægt að hafa samband við lögreglu með því að hringja í 112. Í símann svara neyðarverðir sem eru á vakt allan sólarhringinn og eru þjálfaðir í því að bregðast við erindinu sama hvað það er. Það er líka hægt að hafa samband á netspjallinu á heimasíðu 112.is. Þar eru nokkrir möguleikar til þess að fá aðstoð. Það er hægt að tala við neyðarvörð ef eitthvað hefur komið upp á sem þú þarft að fá hjálp með strax. Fá ráðgjöf frá hjálparsíma Rauða krossins öll mál, stór eða smá, auk þess sem hægt er að fá samband við hjúkrunarfræðing í gegnum heilsuveru. Nú er Neyðarlínan líka komið með app sem ég mæli með að þið sæki ykkur. Þar fyllið þið út upplýsingar ykkur og deilið staðsetningun ykkar. Þannig er auðveldara fyrir okkur að hjálpa ef eitthvað kemur upp á og þið látið vita. Appið er fyrst og fremst öryggistæki sem er hægt að tilkynna allt ofbeldi og því verður komið áfram á réttan stað innan lögreglu, barnaverndar eða annara opinbera aðila. Ef þið eru einhvers staðar og upplifið ykkur óörugg, þá getið þið látið vita inn á appinu. Notendum er treyst þess að misnota ekki appið og það er mikilvægt að brjóta ekki það traust. Þið eru nógu gömul til þess að fara vel með það traust sem ykkur er sýnt og vera ekki að tilkynna í gríni. Munum bara að enginn á nokkuð tíminn að vera neyddur til þess að gera neitt sem hann vill ekki gera. Ef þið finnst eitthvað óþægilegt, þá máttu alltaf segja nei og þú máttu alltaf segja frá, sama hversu ómerkilegt þér finnst að vera. Það þarf samþykki fyrir öllu kynferðislegu, sama hvort það er í símanum eða í eigin persónu. En það var gaman að vera með ykkur og takk fyrir að hlusta. Til þess að taka þetta saman, þá munum við að það er mikilvægt að við gætum að öryggi í samskiptum í símanum og almennt. Við þurfum að hafa í huga að samþykkja grundvallaratriði og það er ekki í lagi að taka eða áframsenda myndir án leyfis. Stundum þegar þú brýtur traust þá ertu að brjóta lög og það hefur alvarlegar afleiðingar fyrir þig og aðra. Endilega skoðaðu 112 appið og ekki hika við að hafa samband við okkur í lögreglunni ef þið þurfið á okkar aðstoð að halda. Þá er það manneski. Jesus, nei, þetta er ekki þarna. Ég er fleiri. Þetta eru geggjaði donuts.
Herri, er þetta ekki bara kött? Ég get ekki borðað meiri dónut, sko.